Helgi Rúnar Bragason, segðu mér Helgi svona í upphafi viðtals, sama sektargjald að þjálfara og leikmenn fyrir að mæta á seinta æfingar? Sjálfsögðu. Hann er hluti af liðsins og hann tekur á sig sína sektir eins og hver annar leikmaður liðsins. Og engin mismunur, það ekki tærra sko að þegar nú talað þetta launamisrétti að kalla sig að hærri öllu þannig að þú séð ekki með 1000 kall fyrir hverja 500 sem stelpurnar borga. Ef það bara vissir á hvað launið ég væri þá væri ekki spurning einhverja launamisrétti en þetta allt gert í ástríðinni sjálfri. En öllu ganni í slepptu, þá ætlum við að skemmta okkur á sundaginn. Njarðvíkingar að koma heimsókn. Hvernig leggst þetta svona í hópinn? Bara mjög vel. Ég svakalega spenntur fyrir þessu leik. Þetta er ungt og skemmtilegt lið, Njarðvíkurlið. Sama eins og hjá okkur, þetta svona, eins og ég segi, þetta eru 2 ung og spennandi lið í fyrstu deildinni sem eru kannalaus og verður fróðlegt að fylgjast með. Þetta eru sem sagt, eins og við getum bara sagt með stolti, þetta eru 2 lið sem spila með hjartanu og ekkert að reyna að kaupa sér eitt eða nýtt, heldur gera bara það sem að þær geta gert best, þar að láta hjarta ráða för. Já, akkurat og það er líka bara svolítið gaman að spila svoleiðis leiki. Bæði þessi lið eru klárlega í uppbyggingastarfsemi. Njarðvíkingar komu niður úr úrvalsdeildinni og mistu svona óþarlega margar stelpur leikmenn úr sínu röðum og eru svona að bryggja þessu upp bara og eru með ungar og efnilegar, virkilega ungar og efnilegar stelpur þar sem að feta jafnvel sín fyrstu fótspor í meistaralok eins og hjá okkur. Þannig að þar líka má segja að þessi samleið með þessum liðum. Þau bæði hafa mist mikið þó að við séum ekki að koma úr efstu til en við mistum marga leikmenn og tökum á móti marga nýju sem að spreyta sig. Já, og það er ennþá alveg opið fyrir það. Þú býður alla velkomna sem vilja koma? Já, ég nú gantast við gaman, ég þekki nú aðeins til hann í Njarðvík og nú aðeins verið að haft gaman að því líka að næsta ári koma þessar stelpur bara í Emma eða Vaffemma og í Þór Akureyri. Og enda svo þegar það búin með framhaldsskóla, þá fara það bara í HA. Já, það var ekki verra. En svona hvernig við megum samt búast kannski bara jöfnum og skemmtilegu leik? Ég held að þetta verður mjög jöfn og skemmtilegu leikur, já. Bæði eru svolítið föst fyrir og með skemmtilega leikmenn. Ég held að þetta verður bara gríðarlega góð skemmtu fyrir þá sem koma á leikinn og fylgjast með okkur. Já, ég er mjög spenntur. Og heilsan verður kannski komin svona nær því að vera eins og hún á að vera hjá þjálfarinu, röddina öll að koma til? Já, vonandi. Það góða við reyndar sko. Ég er svo miklu rólegri á hliðarleiðinu, svona raddlaus, þannig að það fækka bara einhverju svona leiðindar röfli jafnvel við dómurum og slíkt en já, ég vona að helst að fara að koma í lag. Þetta er orðið helviti langsótt. Þannig að fátti svo með öllu vílt að íbúið gott, þú lærir af þessu? Að vera rólegur? Nei, að geta ekki öskra mikið og þurfa að vera rólegur og horfa svolítið öðru sjá þetta? Jú, kannski, maður svona aðeins stilla sig niður, en hann held ég líka, ég hef nú rósað á því að aðstofamaður minn, Páll Hólm, hann náttúrulega aðeins að taka líka þátt í þessu með mér og það fær mig aðeins til þess að vera rólegir á hliðarlínu og hann á mikið þátt í þessu og stendur sig vel og það það heldur mér aðeins niðri líka. Og svo ofan á allt þetta bætist við náttúrulega bara námfúsastelpur sem að gera það sem fyrir heimilegt. Já, ekkert annað. Þetta er bara stórkostlegt lið og gaman að vera með þeim og það eru vel upp aldur og vel gírað. Nákvæmlega. Við hvetjum náttúrulega fólk til að fjölmenna og búa til sömu skemmtilegu umgjörn eins og var á móti ÍR sem var alveg magnað.
Já, eins og ég nefndi þá, að það var einn allskemmtilegasti leikur sem ég tekið þátt í, einfaldlega út af umgjörunni og fjöldi áhorfenda og bara skemmtileg leikur á stelpunum, góður leikur og þannig að ég vona að þetta verði bara enn betra á sunnudaginn kemur. Ég segi bara við alla þá áhorfendur sem kom á síðasta leik, please komið aftur að hafa með ykkur gest. Endilega, það er alltaf pláss fyrir auka gest. Takk alla með og allavega þeir sem ég heyrði eftir þann leik voru mjög ánægðir og sá ekki eftir 1 mínútu eða krónu sem lögð í þann leik. Það gerir vonandi enginn. Nei, ekki svona skemmtun. Helgi, gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir.